Komið sæl og velkomin í Bílasport. Tvennt verður á dagskrá hjá okkur í dag, annars vegar torfæra sem framfór í Vík í Mýrdal í mikilli rigningu Vestmannahelgina og kvartmýla sem framfór á sunnudaginn. Við ætlum að geyma hjólheima mótorhjólamýluna þangað til á miðvikudaginn í næstu viku. En ég ætla fyrst að sýna ykkur svolítið hérna fyrst. Í mjög mörgum nýjum bílum er eitt ljós, eins og þetta hér, sem segir okkur að það sé eitthvað að í bremsukerfi bifreiðarinnar. Allt og mörgum dettur það til hugar að það vanti vökva og eina ráðið sem að þeir hafa það er að fara fram í vélasalinn, þar sem að vökvageymslan er, opna hér vélarhúsið og bæta vökva hér á. En þetta er alrangt. Það er nefnilega svo að það er aðeins tvær ástæður fyrir því að þetta ljós getur komið þegar að stigið er á bremsunar. Annars vegar, þá er vökvastigið þarna orðið mjög lágt og það gerist vegna þess að annaðhvort lekur eða bremsuklossar eru búnir. Þannig að ekki hella vökva á, heldur láta gera við bremsurnar eða gera við það sjálfur. En við skulum byrja í Vík í Mýrdal. Það voru 16 keppendur skráðir til leiks í sérútbúnaflokknum og 12 í götubílaflokki. Við ætlum að fylgjast með sérútbúnaflokknum hér. Fyrstur fyrir Reyni Sigurðsson á kjúklingnum. Aldursforseti þeirra torfærumanna. Veðrið setti talsverðan strik í þessa keppni. Það rigndi stanslaust. Og 1500 áhorfendur sem voru á svæðinu máttu láta sig hafa það að vera gegnblautir þrátt fyrir að vera vel galaðir því rigningin þarna kom ekki beint niður, heldur rigndi í allar áttir eins og má sjá á myndum hjá okkur þegar regnið sest á glerið á vélunum hjá okkur. Reyni fékk aðeins 40 stig sem eiga kannski eftir að verða dýrkeypt, það er að segja þessi 260 sem vantar upp á 300 þegar upp verður staðið. En hér er kominn Árni Kópsson. Þessi keppni gefur ekki stig til Íslandsmeistara. Hún er hins vegar ein af þremur sem gefur stig til bikarmeistara í torfæru. Árni fær 255 stig. Fyrsta mótið í bikarkeppninni fór fram í júnímánuði en það var svokölluð drulluspyrna. Þetta er annað mótið og það þriðja fer fram í september og er fjallaklifur. Hér er kominn Stefán Sigurðsson, Árni Kópsson og Árni Grant eru efstur og jafnir í Íslandsmótinu með 42 stig en Stefán Sigurðsson er í þriðja sæti með 38 stig. Það er geysilega hörð barátta framundan á laugardaginn í RC torfærunni á Egilsstöðum. Hér fær Stefán Sigurðsson 285 stig. Og þá er kominn Gunnar Guðjónsson hér, 31 á Willys. Þarna ekki bara verið að glíma við brekkur heldur mjög laust undirlag sem er sandur. Hér skiptir verulegu máli að geta náð hjólbörðunum á nægjanlega mikinn hraða til þess hreinlega að ausa burtu sandinum og nota það til þess að ýta bílnum áfram. Þá er það Magnús Bergsson á Willys 48, 36 ára gamall eins og sjá má. Hann setti nýtt Íslandsmet í sandspyrnu rétt fyrir verslunarmannahelgina á þessari bifreið. Og hvert fer Magnús alla leið? Já, og 270 stig. Og eins og sjá má eru áhorfendur vel gallaðir sem á starfsmenn og keppendur. Það var að Sigþór Halldórsson á hlébarðanum. Sigþór kemur frá Egilsstöðum eins og Stefán Sigurðsson. Lunginn ökumaður. En fer þó ekki alla leið hér en nælir sér í 270 stig. Það skiptir miklu máli að hitta rétt í hliðin og fella ekki dekkin sem afmarka brautina því fyrir hvert dekk sem menn fella dragast frá 15 stig. Þá er það Benedikt Eiríksson, 29 ára, hann ekur Tíkinni 91 módel. Já, Það munaði litlu hér, 270 stig voru það þó. Nú í flokki götubíla, áður við höldum áfram hér með Árna Kópsson í annarri þraut. Þar eru Davíð Sigurðsson og Steingrímur Bjarnason efstur í jafnið með 47 stig og þeir verða sjálfsögðu í eldlínunni á Egilsstöðum. Á laugardaginn kemur klukkan 2. Árni Kópsson í annarri þraut. Og hér verða Árna á talsvert mistök. Hann fer ofarlega, fer fyrir utan hlið. Og þá hann fari alla leið, þá fari hann aðeins 100 stig af 300 mögulegum og komið 355 alls.
Þá er það Stefán Sigurðsson, hann var í efsta sæti eftir fyrstu þraut með 285 stig. Magnús Bergsson og Sigþór Halldórsson ásamt Benedikt Eiríksinni voru næstir með 270 stig. Við sjáum að Stefán fer hér mjög neðarlega, niður fyrir gula dekkið þarna en Árni fór fyrir ofan. Stefán fer ekki eins hátt upp en hann fær töluvert fleiri stig, 165 og kom með 450 alls. Og Reynir Sigurðsson sem fekk aðeins 40 stig í fyrstu þraut datt niður í 13. sæti og átti á brattan að sækja alla keppnina. Það voru eknar 6 þrautir í torfærinu að þessu sinni. Og þá er kominn Magnús Bergsson hér aftur. Mjög öflugir hjólbarðar undir þessum bílum og þeir vinna nánast eins og skóflur þegar þeir eru komnir á mikinn snúning. Það segja að Magnús hafi verið talsvert óheppinn í sumar í Íslandsmótinu. Hann hefur í tvígang lent á eftir keppanda sem hefur spólað sundur braut og ekki farið langt vegna þess að bíllinn hjá þeim keppanda hefur verið mjög þungur og ekki komist eins langt og skildi. Og hér er Jón H. Hafsteinsson á fyrirsætunni og þarna var verið að skrúa frá nitrógasi sem að þessir keppendur nota talsvert. Við erum að sjá hvað Jón H. Hafsteinsson gerir. Já, hann fer hér hring og stingst nánast á bólakaf í sandinn og situr pikkfastur inn í bílnum. Þetta kom til tals þessi velta ásamt öðrum á sérstökum fundi sem haldinn vikulega hjá stjórnendum akstursíþrótta og það er nánast ákveðið að það verið að loka þessum veltigrindum að ofanverðu á einhvern hátt þannig að bílarnir geti ekki stungist svona bólakaf þar sem að undirlagið er gljúft. Við sjáum það að hann rennur hér aðeins niður á móti eftir að vera búinn að stingast einu svona bólakaf og situr þarna pikkfastur í sandkassa. Gat sig hvergi hreyft en eldsnöggir starfsmenn keppninnar koma honum til aðstoðar og mokuðu hann lausan. Þá er það Sigþór. Þessi bíll hefur mjög sérstaka fjöðrun að aftan. Formaskálarnar eru lausar á öxli sem fylgir talsvert á eftir drifbúnaðinum og gefur bílnum mikinn stöðugleika. 225 stig og komið 525 og skýst upp í fyrsta sætið. Þá er það Benedikt. Þá sjá hvað Benedikt gerir í þessari þraut. Sjáum það að þeir fara talsvert á því að hreinlega láta dekkin spóla á réttum hraða. Það ýtir þeim talsvert áfram í svona lausum sandi. En hann drepur hér á. Hefur trúlega fengið of mikið af bensíni. 165 stig fær Benedikt. Nú það er alltaf til staðar aðstoðarmenn og bílar til þess að bjarga bílum sem lenda í vandræðum. En hér er kominn Gísli Hauksson á liðgrindinni svokölluðu og hún er ekki lengur liðgrind. Menn eru greinilega hættir við það og konir með stýri að framann. Gísla gekk ekki vel, fór aðeins í 3 þrautir, 15 stig í fyrstu, 160 í þessari og 255 í þriðju og var síðan að hætta keppni. Þá er það Reynir Sigurðsson í 13. sæti eftir fyrstu torfæruna. Gerir. Hann fer nú ekki mikið lengra og þó. Það er 180 stig og komið 220 stig. Situr áfram í 13. sæti en Sigþór Halldórsson er efstur með 525. Stefán Sigurðsson 75 stigum þar á eftir. Þá Benedikt Eiríksson, Magnús Bergsson, Árni Kópsson í 5. sæti og Jón H. Hafsteinsson sem allt áðan í 7. sæti með 330 stig. Og við förum í 3. þraut, þar byrjar Stefán Sigurðsson.
tiltölulega svipuð þraut til að byrja með á fyrsta þrautin, en hér hins vegar bar sem getur verið erfitt ef að menn hafi ekki hraða í það. 285 stig fær Stefán. Það var Gísli Jens Einarsson. Þetta nú reyndar ekki rétt, hann heiti Gísli Jens Einarsson þessi kappi. Hann heitir Gísli G. Jónsson og biðjum við Gísla velvirðingar af því. En hann fær hér 270 stig, komið 595. Þá er það Magnús. Sjáum að hann með veltigrindina lokaða ofan, sem á að varna því að hann stingist á kaf í sandinn ef að illa fer. 285 stig fékk hann. Og þá er það Jón Hafsteinsson. Það skildi Jón gera hér. Já, hann ætlar upp og fer upp. Gerir sig grein fyrir því í miðju stökki að hann að fara vitlausa leið og stígur á bremsuna. Og þegar hann lendir þá brotnar hægra framhjólið undan bifreiðinni og hún rambar þarna á brúninni. Það munar litlu að hann fari fram af. En það má sjá glöggt hér að þegar hann rétt kominn á loft þá læsir hann hemlunum. Öll fjögur hjólin stöðvast og þess vegna verður höggið á hægra framhjólið miklu meira heldur en bílinn hefði ekki verið í bremsu og það brotnar. Og það má litlu muna að hann fari hér fram af, eins og sjá má. Það hefði trúlega ekki þurft að halla nema höfðinu aðeins til vinstri, þá hefði hann sennilega farið fram að þessum bakka. En hann fór betur en áhorfðist. Það var ekki annað að gera en að binda í hann og að því loknu mátti Jón losa beltið og koma sér út. En eins og sjá má var rigningin erfið og starfsmenn okkar á stöð 2 sem voru í sífelldum vandræðum með það vatn sem settist á linsur myndavélana. Sigþór fer hér hins vegar þrautina afar vel og fær 285 stig og situr áfram í fyrsta sæti, alveg örugglega. Það var Benedikt Eiríksson með sína 2 nitrókúta hér. ...275 stig. Reynir Sigurðsson enn í 13. sæti eftir slakt gengi í fyrstu þraut. Nú verður Reynir að gjöra svo fara alla leið. Hann missir nú 15 stig fyrir að fella dekk þarna. Fer í gegn, fær 285 stig og hækkar upp í 10. sæti. Það er Árni Kópsson. Hann ekki gengið nægjanlega vel. Það sem af er í 5. sæti. Hins vegar þarf á 300 stigum að halda hér. Fær það hins vegar ekki. Hann fékk aðeins 285 stig þarna. En staðan er þessi eftir 3. þraut. Sigþór Halldórsson situr áfram einn efstur með 810 stig. Þá Stefán Sigurðsson, Benedikt Eiríksson og Magnús Bergsson þarna með rétt það bil 700 stig. Árni Kópsson í 5. sæti og Jón Hafsteinsson enn í því 7. en nú með 600 stig. Þá er það Gísli G. Jónsson í 4. þraut. Að gera góða hluti. Ég held að ég fari rétt með þegar ég segja að hann sást fyrst í keppni á Hellu í sumar. Stóð sig þar með stakri prýði. Magnús Bergsson. Hann er í 4. sæti en fer ekki langt hér, fær aðeins 165 stig. Það var Sigþór, var í forustunni með 810 stig. Stefán Sigurðsson var í öðru sæti með 735, þannig að það munar talsverðu, en það er fljótt að fara ef mönnum gengur illa. Eitt dekk. Nei, hann ætlar ekki upp. 255. Vel gert hjá Sigþóri. Starfsmenn keppninnar þarna á fullu. Það eru 3 dómarar í hverri torfæru. Hver þeirra hefur 100 stig til umráða handa hverjum keppenda í hverri þraut. Og hér fær Benedikt 255 stig. Þá er það Reynir. Í 10. sæti fyrir þessa þraut. Það er hér 255 og kemst upp í 7. sæti.
vel gert hjá Reyni að vera komin úr því 13. og upp í 7. Sjá hvað Árni Kópsson gerir. Fer vel í gegnum hlið hér, það engan mínus. Nú bara að fara alla leið. Ja, munnaði litlu, en fær þó 270 stig, sem var það hæsta sem var gefið í þessari þraut. Og Árni Kópsson skýsti fyrir Magnús Bergsson. Árni Kópsson þá kominn í 4. sæti. Stefán Sigurðsson, hann þarf að fá meir en 255 til þess að vinna aðeins á Sigþór Halldórsson. Vantaði örlítið meiri hraða hér. Fær þó 265 og tekur 10 af Sigþóri með því. Og þá er staðan þessi. Stefán Sigurðsson aðeins 65 stigum á eftir Sigþóri Halldórssoni. Og þá kemur reyndar Benedikt Eiríksson þarna á undan Árna Kópssyni, því Árni Kópsson með 910 og Benedikt 965. En þá Magnús og Gísli G. Jónsson, Reynir Sigurðsson í 7. sæti og Óðinn Magnússon í því 8. Þá kemur Sigþór hér. Þetta er spurningin um að halda talsverðan hraða í þessari vinstri beygju til þess að komast vel upp í brekkuna hérna. Tók nú þarna 1 dekk. Hvað, er hann stopp? Nei. En nú er hann stopp. 155. Ekki var það nú mikið. Og hættið að aðri keppendur dragi á hann hér. Og það stytti aðeins upp þegar líða tók að daginn. Benedikt vantar örlítið meiri hraða þarna í þann hlíðarhella. Spurning hvort menn ekki að fara lengra til hægri þegar þeir fara þarna niður. Benedikt var aðeins 65 stig. Það er Reynir Sigurðsson. Dreipur hér á en stoppar samt ekki fyrir það að stoppa í svona þraut. Missa menn 30 stig. 15 stig ætlaði ég nú að segja, en 30 ef þeir bakka. Og Reynir gerir sér lítið fyrir og fer hvert alla leiðina upp og fær 245 stig. Glæsilegt hjá Reyni og hann klifrar nú aldeilis upp stiga núna. Nálgast efstu menn, komin upp í 5. sæti. Árni Kópsson, 155, fékk Sigþór Halldórsson. Allt umfram það helst til góða hjá Árna. Hann hefur örlítið meiri hraða heldur en Sigþór þarna þegar hann kemur út úr beygjunni. Og það dugar til þess að hann fer alla leið og fær 270 stig. Vel gert hjá Árna Kópssyni. Þá var hann komið með 1180 stig en Sigþór Halldórsson 1220 og það munar aðeins 40 stigum aðeins þegar ein þraut er eftir. Og Stefán Sigurðsson á eftir að fara. Árni er eins og áður hefur komið fram efstur í Íslandsmótinu ásamt Árna Grant og þeir tveir eru í harðri baráttu við Stefán Sigurðsson. Næst verður keppt á laugardaginn klukkan 2 í flugvallagrúsinni á Egilsstöðum og þeir verða allir með og ég hef heyrt því fleygt og reyndar fengið það staðfest að Árni Grant hafi orðið sér út nýja vél í jepsterinn hjá sér eftir að vélinn bílaði í keppni í bílkrossi. Og hér gerir Stefán Sigurðsson afdrifarík mistök. Hann fór allt og neðarlega, fór út úr brautinni og fær ekki nema 20 stig. Og hann fellur alla leið niður í 4. sæti úr því öðru. Átti alla möguleika að komast upp fyrir Sigþór Halldórsson, en svo var það ekki. En meira Árna Grant, hann keypti vél af Ingólfi Arnarsyni sem setti nýlega Íslandsmet í sandspyrnu á Kamaró og sigraði í kvartmíl á sunnudaginn sem við fáum að sjá hér á eftir. Þetta er 1 milljón krónu vélin, svo kallaða, því það fara sögur af því að hún hafi kostað 1 milljón. Hún kostar eitthvað örlítið minna en hún er 600 hestöfl. En hér höfum við stöðun eftir 5. þraut, aðeins ein eftir. Sigþór Halldórsson er efstur með 1220, Árni Kópsson 40 stigum þar á eftir. Þá koma Benedikt Eiríksson, Stefán Sigurðsson og Reynir Sigurðsson komin upp í 5. sæti og þeir eru allir þarna á mjög svipuðu róli með rétt rúmlega 1000 stig. Og Gísli G. Jónsson er í 7. sæti með 960 stig. 5 menn komnir yfir 1000 stig, ein þraut eftir og það er tímabraut og þar er hægt að fá ansi mörg stig. Fyrstur fer Sigþór Halldórsson. Hann veit að honum liggur á og hann þarf að gera meira en það að fara á góðum tíma. Hann þarf einnig að klára. Það er að sjálfsögðu ekki á góðum tíma ef hann ekki lýkur við þessa þraut.
Þá er það hér upp í talsvert mikil hlíðarhella og sjáið hraðan á honum. Þetta er gríðarlegur hraði. Þá er hann nei. Þar fór það. Hann fær aðeins 233 stig. Það er hægt að fá allt upp í 500 stig í tímaþrautum. Og þetta kann að verða honum dýrkeypt og í talningum vegna þess að hann fer fyrstur og keppinautar hans vita að þeir þurfa ekki að ná jafn góðum tíma fyrir vikið þar sem hann klárar ekki og fær ekki nema 233 stig. Þannig að þetta verður kannski léttara fyrir vikið hjá næstu mönnum. Það er Reynir Sigurðsson. Kominn úr 13. sæti og upp í það 5. Og það gæti munað þessi 260 stig sem hann missti af í fyrstu þraut. Þó ekki væri nema 200 af þeim. Samaskapi má segja að það muni þessi 200 sem að Árni misti af þegar hann fór ofarlega í eina þraut, það er að segja þraut nr. 2. Mér sýnist nú Reynir að halda hér áfram og halda bara alla leið. Já, alla leið og upp. Og 310 stig fær hann, lýkur keppni með 1315 stig. Sigþór Halldórsson er komið 1453, þannig að Reynir Sigurðsson er örugglega fyrir aftan Sigþór. Árni Kópsson á hins vegar möguleika að komast upp fyrir Sigþór. Til þess þarf hann að ljúka við þessa þraut. Það munaði 40 stigum á þeim fyrir þessa þraut. Þannig hann þarf 273 stig, 274 stig. Nánast stopp, neini, hann bætir bara við nítróinu og ekki að spurja því. Hann fer alla leið og fær 312 stig sem er rúmlega það sem hann þurfti og hann skýst upp í fyrsta sætið með 1492 stig og það í síðustu þrautinni. Og að lokum sjáum við hér Gunnar Guðjónsson í tímabrautinni. Á Willys, hans sérgrein er að aka í hlíðarhalla. Hann fekk 0 í þraut nr. 2 og aðeins 141 í þraut nr. 3 þar sem aðri keppendur fengu 285 og hann er því aftarlega á myrni. En hann hélt hins vegar mjög góðum hraða hér í þessari þraut og komst alla leið og fekk flest stigin í tímabrautinni, 348 stig. Og það var aðeins eftir að birta lokastöðuna Árni Kópsson í fyrsta sæti með 1492, þá Sigþór Halldórsson 1453. Tapaði því á veltu í síðustu þrautinni. Reynir Sigurðsson í 3. sæti eftir að hafa verið í 13. miðbygg keppninnar eða eftir fyrstu 2 þrautirnar réttara sagt. Benedikt Eiríksson í 4., Stefán Sigurðsson í 5. og Gísli G. Jónsson ætlaði ég nú að segja í 7. sæti.